Jæja, kæru vinninar og fjær, það fyllt gríðarleg leynd yfir þessu fundi og fólk hefur gengið hér gangarna örvæntinga fullt. Ég ætlaði einmitt að segja, sumir óttuðust að þetta var að tala hesta og skít og vondarlykt, en hér komin óvæntur gestur og stökki, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Góðan daginn. Ég reyndi að vera í leyni svona til að gera þetta aðeins óvænt, en ef einhver sé mig áður. Ég alveg viss það að ég veldi einhverjum vonbrigðum því að þegar ég sá hvernig það var auglýst að vera svona óvæntur gestur og áttu við von á Ladda, en svo fengum við bara Halla. En jæja, við skulum reyna að gera eitthvað gott úr þessu. Ég fekk reyndu fyrirmæli að þetta helst að vera svolítið skemmtilegt og ég hugsaði, var hringt í rétta númeri, hún hringir í hvítan miðaldra verkfræðing til að tala gæðastaðla, en við skulum sjá. Ekki alveg í mynd, sko. Nei. Kann eitthvað betra á það? Þetta nú ágætis partur á þessu saman. Svona. En þetta það sem ég ætlaði svona rétt að fara í gegnum með ykkur, það aðeins að tala bara gæði og gæðastjórnun, það það sem þetta snýst kannski fara yfir í gæðingin sem ég þekki mæta vel náttúrulega, búin að vera í mörg ár, tala ISO-staðlana sem kannski það sem ég ætla að reyna að útskýra svolítið fyrir ykkur, fara yfir af hverju við erum að þessu ávinningin og síðan svona hver verkefni gæti þá verið á næstunni. Áður við byrjum á því, hvað ætla ég bara rétt að segja ykkur frá mér, ég veit mjög lítið lækningar og annað slíkt, en ég sem sagt bara verkfræðingur sem hefur unnið ráðgjöf mest megnist. Að vísu var ég í svipuðu starfum tíma, sumir ykkar, þá var ég í kjötvinnslu, það var mikið af rauðum vökva og hnífum, en aðalega hef ég bara verið á þessum stöðum, ég var fyrir svo út í Deloitte og svo rekið þetta fyrirtæki sem heitir Artemis og þetta það sem ég að sýsla við svona dagstæla, ég í aðallega í stefnumótun, eitthvað í gæðamálum og svo í einhverjum verkefnum sem tengjast á betri árangri, það getur verið ýmislegt. Nú, til að hitta okkur aðeins upp, þá datt mér í huga að vitna í þennan ágæta mann sem nú ekki enn á lífi og þetta fyrsta spurning dagsins, hvaða spekingu gæti hann hafa sagt þetta? Gæði ekki átak heldur vani. Gamall þessi? Nei, eldri. Næstu því? Nei, þetta að vísu ekki á frummálinu. Það hefði ég ekki getað að lesa það, sko. Er þetta grísku? Já, þetta grísku. Nei, Aristóteles. Þannig að þetta ágætis áminning að þetta ekkert átak sem stendur yfir í einhvern smá tíma þar sem við leysum bara málinu og allt verður gott. Við eins og farið að hlaupa í hálfa mánuð og halda allt sé verður gott. En förum aðeins yfir hvað þetta gæða hugtak skiptir máli hvernig við skilgreinum gæðin og þegar við erum að tala gæði þá auðvitað getum við hugsað ýmislegt. Við hugsum eitthvað sem gott, eitthvað sem virkar vel en þegar við erum að vinna með þessa gæðastaðla og gæðastjórnun almennt þá þetta skilgreiningin okkar. Annarkvort að þetta uppfyllir kröfur eða uppfyllir þá væntingar sem ganga jafnvel lengra heldur skilgreinda kröfur. Í þessu stöðlum þá erum við að vinna með kröfur oft. Þá erum við að tala hvað viljum við fá frá einhverjum sem við kaupum vöru af og við viljum vita getur hann afhent þá vöru. Þetta verður ekkert með að gera hins vegar gæðastigið, hversu gott eða slæmt það sem við erum að kaupa. Og þetta oft notað til þess að útskýra þessar væntingar sem við höfum til vöru, að við getum verið með sömu gæði í huga þeirra kaupenda sem kaupa annarkvort þennan mjög einfalda Citroen Cactus sem þannig að þegar maður opnar afturgluggann þá er maður að smella honum út eins og í gamla daga. Hann ekki sem sagt halaður niður, hann svo hrár og einfaldur. Svo erum við með nýjustu gerð af einhverjum Benz og sá sem að keypti þennan bíl, hann getur fengið sömu gæði út frá skilgreiningu hugtaksins af því þetta uppfyllir hans væntingar á sama hátt og hinn sem hafði væntingar til Citroen. Þannig að við erum að tala gæði, þá erum við að tala að uppfylla og mæta væntingum eða kröfum. En þegar við erum að tala gæðastig, þá það allt annað. Við getum verið með eitthvað í háum gæðaflokki, á háum gæðastigi, en þetta eins og skilgreiningin á hugtakinu. Nú, hvað erum þá að tala bara svona rétt að hlaupa við þetta? Hvað það þessi gæðastjórnun? Þetta náttúrulega ekkert nýtt. Þetta hugtak sem búið að vera til í meira en 70-80 ár, sem fyrst byrjaði að framleiða og reyna að ná tökum og gera betur. En svona í nútíma gæðastjórnun,
þá þetta kannski það sem maður að hugsa um. Þetta svona einhver prinsip sem við förum eftir og það í fyrsta lagi þetta að gera hlutina rétt frá upphafi. Ekki standa við endan á pípunni og laga það sem kemur út í lokin. Reyna að hugsa þetta strax og vanda sig að gera vel. Það sem við líka einkenni á þessu það að við erum að virkja þekkingu og ekki bara fárra einstaklinga heldur flestra starfsmanna. Þeir sem vinna verkin vita oft meira heldur en þeir sem eru aðeins fjær. Þannig að það skiptir máli að við séum að hlusta á fólk og við séum að nýta þekkinguna á staðnum til að breyta og bæta. Nú ég var í Japan í nóvember og fékk gefins penna því heimsótti Toyota fyrirtækið sem eitt af þeim alflottustu í því að þróa gæðamál. Og það stóð bara þetta tvennt, good thinking, good products. Það var ekkert flóknara. Nota gráuselurnar, það væri heitt gott. Þannig að við notum hugvitið, við notum gráuselurnar. Við förum ekki lengri leiðina, við reynum að hugsa. Og svo að sjálfsögðu erum við að beita ákveðnu skipulagi og beita svona einhverjum hagnýtum verkfærum sem hjálpa okkur að komast áfram og vinna að þessum endalausu umbótum sem við þurfum sífellt að vera að glíma við. En til að sýna ykkur svona eina mynd, þá þetta sennilega það líkan í gæðastjórnun sem mest útbreitt. Út af það gengur þetta sem við erum að gera, bæði í gæðastöðlum og almennt í umbótastarfi. Sem þannig að við erum að vinna eftir þessu sem kallað umbótahjólið. Við erum að reyna að skipuleggja þessu ætlum að gera, plan. Við viljum síðan innleiða það tekst ekki alltaf því miður. Við viljum síðan tékka og sannreyna og meta að þetta sé að virka og síðan að bæta þegar við þurfum að gera það. Þannig að þetta hérna líkan sem síðan 1950 og kennt við einna gúrúnum í gæðastjórnum sem var Deming, þróaði í Japan eftir stríðsárunum. Þetta það sem að þessi nýjustu gæðastælar að draga sérstaklega fram að þurfa að tilengja sér. Þannig að við erum hér gömul sannindi sem virka ennþá mjög vel. Þetta eru svona einföld prinsip sem að geta hjálpað okkur í mjög mörgum aðstæðum. Þetta gerum við líka þegar við förum í gegnum eitt umbótaverkefni, tökum eitt viðfangsefni, við skoðum hvernig hægt að gera það betur, breytum því, metum það virka og svo bætum við að fara að bæta. Þannig að þetta alltaf þessi sífelldi spírallega hringrás. Þetta hins vegar vandinn sem ég glími við á hverjum degi, svona til að setja gæðastjórnun í samhengi. Ég á það til að reyna að hitta golfkúlur, ekki alltaf sem það tekst. Og þetta ekkert ósvipað því að standa í einhverju rekstri. Þetta bara eins og að vera í vinnunni. Man veit ekkert nákvæmlega og man ekkert alltaf eftir. Hvað það nákvæmlega sem það að gera núna? Við vorum hérna að reyna að stilla þessar græjur hér. Við þurftum að fara í leiðbeiningar, við vorum gæða kerfið á blaði sem hjálpa okkur. En þegar maður svona að glíma við verkefni dagsins, þá maður ofta að reyna að muna eftir, já, gerum þetta ekki svona. Ég var að muna eftir, ég ætlaði nú að gera þetta öðruvísi næst, ekki komið að því núna og svo framvegis. Þannig að þessi maður sem ætlar að slá boltan, hann þarf að hafa öll þessi atriði í huga. Passa standa rétt, losa gripið, halda hausnum niðri, róa taugarnar og ég veit ekki hvað og hvað. Það enginn sem kannast við þetta vandamál á golfvelli hér. Já, og manst þetta svona tékklisti sem þú fer í gegnum væntanlega eins og allir hins. Nei, sennilega ræður maður ekki við það, heldur þetta kannski eitthvað svona 3-5 atriði sem með í hausnum og alltaf að reyna að fókusera á. Ekkert ósvipað því sem við gerum í svona venjulegu starfi. Maður að vanda sér daginn út og daginn inn, stundum mikið að gera og við missum sjónar á einhverju sem við þurfum að huga að. En þetta semst það sem þarf að ganga upp til að aðgerðin heppnist. Og mjög gaman í þau fáu skipti sem að boltinn flýgur og meiri sig svona cirka rétt átt. Nú, það eru 10 atriði sem ég langaði bara svona að kasta fram östugt sem eru svona einkenni á góðu gæðastarfi. Og þetta tengist ekkert endilega stöðlunum sjálfum, heldur bara almennt gæðastjórn. Og í fyrsta lagi það að stjórnendur eru í lykilhlutverki. Þetta var mjög oft hér svona litið á sem ákveðna grasrót. Það mjög mikilvægt að það sé grasrót líka. En þetta getur ekki verið þannig að stjórnendur láti öllum hitt eftir. Þeir verða að taka virkan þátt í þessu. Eins og komum inn á það, þá erum við að virkja þekkingu og reynslu starfsmanna. Það gengur út á það að þessi þekkja best störfin finni leiðir til að gera enn betur. Nú, 3. punktur er viðskiptavinurinn í öndvegi. Hér erum við að sjálfsögðu að tala bæði ytri viðskiptavinin, sjúklinginn, skjólstæðinginn, hvað við viljum kalla.
En við erum líka að tala það sem heitir, og nú má ég ekki benda á þetta, við erum að tala líka það sem hefur kallað hjá okkur innri viðskiptavinir, sem eru samstarfsfólkið á íslensku, en það fólk sem býst við einhverjum upplýsingum frá okkur, að við séum búin að gera eitthvað áður en eitthvað annað getur gerst, og við erum að hugsa það, að við séum að uppfylla þeirra væntingar, ekkert síður heldur en á endanum hjá ytri viðskiptavinum. Þannig að þetta svona eins og löng keðja sem þarf að ganga upp. Nú hugsa ábyggilega margir býtu þetta bara common sense sem ég að sýna ykkur, þetta það bara. Þetta ekkert flóknara. Það bara búið að reyna að raða þessu aðeins saman, þannig að við séum að svona skipulega reyna að halda utan þau mál sem skipta okkur mestu máli og við ætlum virkilega að vanda okkur að gera vel þar og betur, sífellt betur. Nú stöðurumbætur fyrir mér þessi 4. punktur, það sem að gæðastjórninni snýst aðallega Þetta áskorunin, þetta bara svona filosófía, að gera sífellt betur. Við veitum það að allir í kringum okkur sífellt að bæta tækni, breyta aðferðum. Það sem var fyrir 10 árum, það jafnvel orðið úrelt í dag. Þannig að við þurfum að vera á tánum og við þurfum sífellt að vera að vinna þessum stöðugu umbótum. Síðan kemur eitthvað sem gæti vist svona verkfræðilegt, þetta með gæði og hönnunarstigi og fyrirbyggjandi aðgerðir. En þetta myndi heita kannski í einhverjum tilfellum að reyna að gera hluti idiot proof. Þess að við reynum að ganga þannig frá hlutunum að við getum ekki notað á rangan hátt. Það viljum við gjarnan gera þegar við erum að hanna ferli og verklag hjá okkur. Að við hreinlega skipuleggjum það vel að við lágmörkum alla áhættu og mistök. Þetta alveg örugglega í ykkar starfi mjög víða það sem búið að byggja svona gæði inn í bæði tæki og annað slíkt. Nú þetta þessi fyrir 5, seinni 5 punktarnir. Það þetta með að vera með eins þjónustu, eins vöru, vera ekki með mánudagsútgáfur, vera alltaf að gera jafnvel. Lágmarka breytileika, þannig að við séum ekki einn dæmi svona og annan dæmi hinn mögulega. Þetta finna margir hins vegar í þjónustu þegar maður hringir einhverja vinnustæði. Oft það þannig að það beðum ákveðin starfsmann, þegar hann svarar betur. Hann libraðri, hann gerir eitthvað. Þegar við erum að vinna með þjónustu viljum við auðvitað allir séu að veita jafn góða þjónustu. Nú náum samband við birgja og samstarfsaðila, það skiptir máli hvernig við tökum við vöru og þjónustu. Við erum að kaupa fullt af hlutum sem skipta okkur verulegu máli og við erum að passa upp á það að sé alveg skýrt hvað við viljum og hvernig við fáum það afhent. Fræðslu og þjálfun, árangursmælingar, það sjálfsögðu mjög mikilvægt og síðan það að við séum að hugsa heildina. Það sé ekki einhver eining að taka af skarið og laga hlutina út frá sínu þrönga sjónarhorni sem getur síðan bitnað á öllum hinum. Ýmis dæmi það. Þannig að þetta svona það sem sameiginlegt má segja í gæðastjórnun þar sem hún að virka vel. Ef við snúum okkur að gæðingi, sem auðvitað þetta verkefni sem þið munið eftir, byrjuðum hvenær, var ekki 2013 á krafti og þetta var auðvitað ákveðið í stefnumótuninni 2012 eitthvað slíkt og sett það skýra markmið að ná alþjóðlegri viðurkenningu á starfsemina. Og það tókst síðan fyrir 2 árum sem alveg frábært. Og þeir náttúrulega eru eina heilbrigðisstofnunin á Íslandi og ég held á Norðurlöndunum, það ekki ennþá, sem hafa fengið þessa viðurkenningu. Og það þessi staðall sem alþjóðlegur fyrir heilbrigðisstofnar í raun og veru. Og það sem var lagt upp með þá strax var það að fara í ISO 9001 gæðavottun í framhaldinu. Prógrammið þeirra, þetta International Accreditation Program, sem verið að viðurkenna, það gerir í raun og veru ráð fyrir því að þið tækið næsta skref innan 2 ára. Og af hverju var lagt upp með þetta? Til hvers voru menn að fara í þessa vinnu? Því að vel örugglega mörg tengst því að þurfa að vinna, skrifa verklagsreglur eða skilgreina starfsemina betur heldur en hafi verið gert til að ná þessari vottun. Það sem var náttúrulega verið að fiska eftir það að ná betri þjónustu fyrir sjúklingana sjálfsögðu. Það væri markvissari vinnuferli, auka öryggi sjúklinga og starfsmanna, gríðarlega mikilvægt, og stöðurumbætur, bætt starfsaðstæða og aukin skilvirkni. Og þegar maður fyrir að hugsa þetta sem alveg augljóst að við erum að tala viðskiptavinu, við erum að tala starfsfólk, við erum að tala gæði, við erum að tala öryggi, en þá það hitt sem að kemur líka og það þessi skilvirkni. Því á endanum erum við að gera hlutina betur, við erum að eyða minni tíma kannski óþarfa, við erum ekki að endurtaka hluti, oft og við gerðum áður.
þar sem við höfum farið í breytingar. Þannig að þessi hérna maður, hann örugglega mjög glaður með það að við náum þessum árangri. Hann hugsar ekki bara hag sjúklingana, þeir fái vandað og góða vinnu, hann hugsar líka budduna. Hann var hjá okkur í fyrradag, eða ekki? Þetta ekki alveg ný mynd á honum kannski, en þetta hann og hann horfir mjög ákveðið til ykkar. Þannig að það mjög gott að hafa þetta í huga. Ég heimsótti iðnfyrirtæki í Japan í nóvember sem var að framleiða svona píanó, hljóðfæri, og þeir voru svona myndir upp á vegg hjá sér af börnum og svona ungu fólki. Og ég svona spurðist fyrir hvað þetta var. Þá eru þetta bara viðskiptaheimildir. Og ástæðan fyrir að þeir setja þetta upp á vegg, alveg eins og ég að setja hérna hæstvirtan ráðherra upp á vegg, er það að það voru gott að hafa þetta svona í huga fyrir fram að sig. Til hvers erum við að þessu? Og við erum að hugsa sjúklingana hér og aðstandendur annars slíkt. Þannig að þeir eru sást með það ekki bara fyrir framan ykkur dagstaglega, heldur líka í kollinum, daginn og daginn. En þetta Óttar, fínn músikant líka. Þannig að við erum að þessu fyrir hann. Bara að rifja upp DNVAF, staðallega sem við erum búin að fara í gegnum, hann var með fullt af atriðum sem þurfti að ná að klára. Það sneri að húsnæðinu, það var að klíninginni, það var að stofþjónustu. Það voru að hluta til ákveðin gæðamál, grunnur að gæðakerfinu sem var síðan byggt upp. Og þetta langur listi og það alveg frábært að þetta við tekist að jafn stuttum tíma, hreinlega. Þannig að það búið að gera alveg gríðarlega margt, þó við eigum síðan næsta áfanga eftir, að þá mun hann náttúrulega byggja á því sem búið að gera. Þannig að þetta var planið í upphafi, bara til að sýna ykkur það. Það var sett í gang, það sem var þarna á ári 1, svona forúttekt, mat á stöðinni, og síðan úttekt, sem þessi rauða ellipsa þarna, og síðan erum við komin hér á ár 4, þar sem stendur Stage 1 Certification Survey, en þá er gert ráð fyrir því að við fáum úttekt á gæðakerfið samkvæmt 2001 staðli. Það er það sem ég ætla að fara að segja ykkur frá. Hvað er þessi staðall? Hann í fyrsta lagi alþjóðlegur, en hann líka evrópskur og hann líka íslenskur. Þannig að þetta alþjóða staðlaráð, eða International Organization for Standardization, það er nú bara skammstöfun á því sem þetta ISO stendur fyrir, þetta er ekkert flóknara en það, að þeir gefa út staðal og síðan er það hvert land fyrir sig sem ákveður hvort hann tekur hann upp. Þannig að nú er nýbúið að gefa hann út á íslensku þennan í nýjast útgáfinni, þennan ISO 9001, hann kom fyrst út hér 89, sennilega 88. Það er staðlaráð Íslandi sem heldur utan þetta og er svona yfirvald í þessu málum. Og af hverju var verið að gefa þessa staðli upphafi? Jú, það var bara yfirlýstur tilgangur að einfalda viðskipti bara á heimsvísu og stuðla betri rekstri, minnka sóun, hjálpa fólki að gera hlutina betur. Og hvað gerir þessi staðall fyrir okkur? Jú, hann gerir alveg eins og DNVAF staðallinn, hann gerir kröfur til okkar. Hann segir hvað við þurfum að gera að lágmarki. Og aftur, tilgangurinn er bara þetta einfalda viðskipti almennt á milli. Þannig að ef við erum að kaupa vörur, við vitum einhverju hefur fengið vottun samkvæmt þessum staðli, þá er hann með gæðakerfi sitt að lágmarki út frá þessum staðli. Það getur vel verið að hann gerir miklu betur. En við vitum þó það að einhver sem hefur fengið vottun frá óháðum aðila á það að hann uppfylli þessa kröfu staðalsins er að lágmarki með gott gæðakerfi. Þetta er eitthvað sem að gildir fyrir alla. Þetta er ekki svona sérhæft fyrir framleiðslu, þetta er ekki bundið við iðnað eða eitthvað ákveðið. Þetta er raun og veru gildir hvar sem er. Það geta verið lítil fyrirtæki, það geta verið 5 manna fyrirtæki, það geta verið 1000 manna fyrirtæki sem taka þetta upp. Þannig að það er ekkert í stöðlunum sem talar til dæmis vörur frekar en þjónustu eða markaðsviðskipti versus aðra þjónustu. Þannig að þetta er nýr staðall hér í nýjast útgáfu 2015. Það eru til aðri staðlar, bara svo ég nefni það, ég er að fara í gegnum þessi að beðnum að segja ykkur, það er svona listi yfir staðla til það hvað er leiðbeinandi til hliðar. Það er bara einn staðall sem maður getur fengið vottun út frá. En maður getur fengið alls konar hjálp í öðrum stöðlum það hvernig ég byggja upp skjalfesta gæðakerfi 2013, þjálfun starfsmanna,
meðal kvartana, þetta langur listi. Ég veit ekki hvað þetta mikið útbreitt, en fólk getur sótt sér svona stuðning þarna. Það yfir 1 milljón aðilar í heiminum sem eru með vottun, samkvæmt ISO 9001. Það ekkert lítið. Bara á Ítalíu einnig sá ég að eru 150.000 aðilar með þessa vottun. Það byrjaði í Bretlandi, það var breskur staðall í grunninn, þannig að Evrópa var fyrst, en svo hefur þetta bara breiðst út allan heim. Fyrstu fyrirtæki fengu vottun á Íslandi svona 89, 90, 92 og þeir sem að riða á vaðið, það voru aðalega þeir sem voru í útflutningi. Þeir litu á þetta sem markaðskröfur og notuðu þetta til að sýna fram á að þeir væru með sitt í lagi. Þannig að þessi fyrirtæki eins og Sölumestur, Hraðfrystúsin og Bakkavör sem var þá 5 manna fyrirtæki, aðeins breytt í dag. Þegar þessi fyrirtæki komu út og fóru að tala við kaupendur og voru að útskýra að þeir væru með þessa vottun, þá breytti strax umræðan og þurftur ekki lengur að fara í gegnum alla kynninguna því hvað það sem þið eru að gera og hvernig tryggið þið gæði. Bara ef þið eru með þessa vottun, þá vitum við það, þá skulum við tala um eitthvað annað. Nú það mjög mikið af orkufyrirtækjum, stóriðu, verkfræðistjórar, arkitektar, eftir þessi ekki bara helmingur af öllum vottuðum aðilum í Íslandi og það var vegna þess að þetta var farið að meta inn í tilboð. Þegar að Vegagerðin og einhverju stóru aðilar voru að bjóða út verk, að þá voru gefin stig fyrir gæðakerfi. Þeir sem votta gæðakerfi, þeir fengu fullt hús, annars þurftu þeir að sýna fram á það með einhverjum öðrum hætti. Þannig að þetta rak þann iðnað vel af stað, en svo eru líka aðilar sem eru ekkert í framleiðslu. Ég tók hérna til dæmis Kópavogsbæ, ég held að sé eina sveitarfélag í Íslandi sem með vottun samkvæmt þessum staðli. Menntaskólinn í Kópavogi sömuleiðis og toppstjóri. Og síðan var ég nú svona að rifja upp og fletta og ég held að á Íslandi sé engin nema blóðbankinn í heilbrigðiskerfinu með þessu vottun og meðal annars hérna í húsi hjá ykkur. Hún sé komið með upplýsinga. Já, það er ekki á þessi 901 sko. Já, akkurat, vottu upplýsingatækni. En þannig að þið sjáu að þetta er hérna, þetta er einhver vel yfir 100 fyrirtæki sem eru komið með þetta og hvað er það sem þessi staðall er að segja okkur að gera? Jú, við þurfum að hafa skýra stefnu, við þurfum að setja okkur markmiðum að hverju við ætlum að vinna og við þurfum að vera að meta árangurinn. Erum við að ná þeim markmiðum sem við settum okkur og vinna í þessari hringrás? Þetta er mjög svipað margt og við erum með nú þegar í DNV-stælum. Það snýst líka stjórnun og skipulag, við höfum skýr ferli. Þessi staðall leggur enn frekar upp með ferlanálgun að hlutunum heldur en flestir aðrir. Það er mjög skýrt í þessum staðli, það var ekki 87, að við þurftum að vera sífellt að hugsa að bæta og auka ánægju viðstæðuna sem sagt. Á gagnrýninu á þessum staðli gamla daga menn sem þú getur ekki vott að þú framleiðir björgunarvest úr steypu, bara þú ert með í kerfi. Það kallaði á alls konar umræður en hérna, það var reyndar ekki raunin en það er orðið mjög skýrari áhersla á ánægju viðskiptavina heldur en var, sem er mjög gott. Inn í þessu líka núna í nýjast útgáfunni mat á áhættu tækifærum og þessum að meta starfsemina og finna hvar við getum átt von á einhverju neikvæðu og hvernig við ætlum að bregðast við því. Alveg eins og við erum að gera í DNV. Einhvern vöru þjónustu tækibúnaður, skjalfesting og skráning. Og skjalfesting og skráning hefur alltaf verið rauði þráðurinn í þessum stöðlum. Við þurfum að geta sýnt fram á hvað við erum að gera. Það þarf einhverju geta komið og séð hver kvittu upp og hver heimilaði, hvað var gert mikið, hvenær var það gert. Og ekki síður að þessi skjalfesting. Og það er gæðakerfi okkar sem eru skrifleg skjöl, sem sagt, skrifleg skjöl og verklagsreglur, vinnuleiðbeiningur og annað. Þau ánægjulegu tíðindi eru núna að nýjast útgáfan af þessu staðli, hún er miklu linari eða léttari heldur en var. Hún biður bara skjal. Þannig að við þurfum ekki að vera með skjalfestari verklagsreglur, frekar en við viljum. Það er nóg fyrir okkur að eiga eitthvað skjal, til dæmis bara á innri vefi eða eitthvað slíkt. Þannig að við höfum meiri sveigjanleika og meiri möguleika, sem er jákvætt. Það sem að gera hins vegar gæðakerfi að gæðakerfi. Við gætum verið með handbók, við getum verið með starfsmannahandbók þar sem við skrifum fullt af textum hvað ég að gera. Svo bara er það til á netinu eða upp í hillu og við vonum allir fara eftir. Gæðakerfið verður fyrst til þegar við förum að ná einhverju svona feedback í þetta allt saman. Til þess að vera vissum að það sé verið að fara eftir þessu sem við viljum sé farið eftir. Þannig að við tökum og erum með aðferðir við að bregðast við eitthvað fyrir úrskeiðis, þess að við köllum á
skemmtilegu máli, ég sagði að þetta væri svona, þetta er ekki mjög sexy allt, við erum að tala um frábrigði, stýringu frábrigða. Það þurfum að hafa eitthvað sem að fer sjálfkrafa í gang og við tökum á því kerfisbundið. Sömuleiðis þegar við erum að fara í umbætur, bæði þegar eitthvað fer úrskeiðis og við þurfum að laga það, breyta vinnubröðum af því það hefur ekki verið nógu gott, eða bara því við viljum gera enn betur og við erum með svona okkar verklag og ferli í kringum það. Það sem að hjálpa okkur líka í gæða kerfum versus það að vera með handbók er það að vera með rýni stjórnenda að lágmarki einu svona ári. Það sem við förum yfir bara svona ársfund í kringum gæðakerfum. Er þetta að virka? Hvað segja tölunar? Hvað ætlum við að gera? Náðum við þeim árangri sem ætluðum og svo framvegis. Og innri úttektir sem það voru vör við, þar sem við vorum að fara á hverja einustu deild og skoða starfsemina og síðan meðhöndla kvartana þegar einhver kemur á kvartar og þessi brugðist markvisst við. Það er ábending. Þannig að þetta er það sem að gerir gæðakerfi í mínum huga að gæðakerfi. Þetta er ekki bara einhver handbók, heldur erum við að nota þetta sem eitthvað hjól sem knýr okkur áfram. Ég veit ekki hvort þetta er stundum á tölti eða stökki, ég hef bara aldrei verið hestamaður, eða hvernig á að setja í samhengi við gæðingin. Þetta er líka tölti. Er það ekki? En við stoppum ekki. Já, ok. En það er eiginlega málið, við verðum alltaf að halda áfram. Við getum ekkert slakað á að fara að gera eitthvað annað þegar við erum með svona gæðakerfi og vottum. Þá þurfum við að vera alltaf á tánum. Stundum mjög hratt, stundum aðeins hægar, en alltaf eitthvað. Og af hverju? Þetta er svipaður listi og ég var að sýna ykkur áðan með vottunum ykkar. Af hverju erum við bara að fara í þetta? Jú, við viljum fá betri vöru og þjónustu. Við viljum hafa ánægðir viðstöðunni. Við viljum hafa skýra ábyrgð og verksvið, skýrara verklag, betur þjálfa starfsfólk, þetta eru kröfur allt saman, rekstrar öryggið og síðan minni sóun og lægri kostnað. Og það er svona auka, svona bónus sem að margir hafa ekki endilega séð fyrir, en þetta er ástæðan fyrir útbreiðslunni á ísóstöðlum. Það er það, hvað þetta hefur haft jákvæð áhrif á reksturinn. Þegar búið er að komast í gegnum þessa fyrstu fjárfestingu í tíma og það skipuleggja. Og þetta er bara dæmi sem ég ætla að sýna ykkur hvernig búast bara við að gæða kostnaður fyrirtæki eða stofnun lækki. Þetta var stúdía þar sem var verið að greina gæða kostnað, sem kostnað vegna ófullnægjandi gæða, endurvinnslu og alls konar hlutir. Og þið sjáu súluna þarna til vinstri, sem er þannig að það var mikið leiðréttingar. Það þurfti að vera að endurvinna, endurtaka, gera eitthvað aftur og aftur. Og eftir mörg ár náðist súlan sem er hægra megin. Sem þýðir það að menn eru að leggja miklu meiri áherslu á fyrirbyggjandi starfsemi, þjálfun, fara í umbótaverkefni, hugsa hlutina á nýjan hátt og þar með minnkar þessi sóun. Og þetta er það sem við mögum búast við að skili sér í budduna, fyrir utan allt hitt sem er þessi betri þjónusta, ánægjulegri vinnustæður og annað slíkt. Og þá eru þessi glaðir, þetta er ekki, ég ætlum að sé ekki frændfólk, oftast proppi bara, þetta eru túristar sem eru að leið til landsins og gætur við, vonandi ekki þó, gestir hjá ykkur, maður veit aldrei. En þetta er fólki sem við þurfum að muna eftir að við erum að gera þetta fyrir, aðalega. Örstutt að segja ykkur frá, því að tíminn er nú eiginlega að þjóta frá okkur, segja ykkur frá öðrum stjórnunarstöðlum sem að eru svona á teikniborðinu hjá okkur núna og byrjaði að vinna að. Helgi gæti alveg örugglega haldið langa fyrirlestra hérna, til dæmis 45.001 staðalinn sem er heilsu og vinnuumhverfi, snýr að öryggi starfsfólks, miklu leyti. Umhverfisstjórnunarstaðall ISO 14001. Þetta er staðall sem er mjög útbreiddur, mjög víða. Mörg fyrirtæki sem eru með vottun á bæði gæðastjórnun, umhverfisstjórnun og síðan þessu heilsu og vinnuumhverfi. Síðan með Landspítalann og tölvudeildina, þá er það væntanlega þessi staðall sem heitir 27.001 sem er sem sagt stjórnun upplýsingaöryggis. Og nú eru persónuverndarmál mjög víða að verða stærra og flóknara viðfangsefni og þá er þessi staðall að hjálpa enn frekar heldur en hefur gert í dag. Þannig að það eru margir kostir að sjálfsögðu við þessa staðla. Það sem er gott við þetta er að þegar maður hefur byggt upp kerfi út frá einum staðlum, þá eru við komið með að segja 80% að minnsta kosti grunn fyrir viðbótina sem er að fara yfir í umhverfismáli eða upplýsingaöryggi eða heilsu og öryggismál. En það er svona á stefnuskránni að fara í vottun á þessum stöðlum líka og þetta eru svona ártölin, gæðaráðið kannski leiðrétti mig bara ef það er eitthvað
nánar komið það, en að taka þetta í skrefum og halda áfram. Klára 901 vottunina núna, það á dagskránni í haust, og síðan raun og veru bara bæta við. Þannig að viðbótin í umhverfisstjórnun, það eitthvað sem snýr að sorpi og það eitthvað sem snýr að hvernig við göngum og svona umhverfisáhrifin sem við viljum minnka, en það snertir ekki alveg eins mikið svona venjuleg ferli til dæmis í klíník og annað slíkt. Einhver leyti jú, en gæðastaðallinn sá sem það fyrir starfsemina og við erum bara að kortleggja vinnuferlin eins og við vinnum. Þannig að nú þetta alveg að klárast. Við vorum í forúttekt síðasta haust út frá ISO 9001 staðlinum. Það kom vel út, það var bara ekkert alvarlegt atvik eða frábrigði sem það heitir, alvarlegt frávik skulum við bara segja. En það komu 7 athugasemdir. Snýra neyðaráætlun með æfingum kringum það, vinnuverndarmál og umsjón með þeim, stýringu lækningatækja og það væri verið að prófa og sýna fram á að væri verið að fylgjast nógu vel með þeim. Er þetta ekki rétt, Valdís? Það var alltaf einhver skjali sem ég tékka á þeim tíma. Er ekki? Já. Og mönnum bráðaþjónustu, það voru ákveðnar áhyggjur. Þannig að þetta voru athugasemdir, þar sem við vorum beðin að kanna nánar hvort að það gæti verið hugsanlega frávik. Snýra inn úttæktir og lyfjakerfi og fleira. Þannig að þetta var svona mjög jákvæð útkoma, þannig að ég held að við séum ansi vel tilbúin til að halda áfram. Og ef við ætlum að fara á stökk fyrir hausti þegar það kemur úttæktin, var það að reyna að koma þessu orði á stökki, í stýringi landi, að kortleggja betur stöðuna, við þurfum að fara betur yfir nákvæmlega hvað það sem okkur vantar upp á. Bara halda áfram að þróa gæðakerfi og það eitthvað sem við verðum alltaf að gera hvort þið Maður stoppar aldrei, þetta alveg eilífðarverkefni. Virkja starfsfólk, lykilatriði, mun eftir því að virkja sem flesta. Þeir sem vinna verkin vita yfirleitt best sjálfur hvernig verið að gera hlutina og væri hægt að gera öðruvísi. Horfa á tækifæri, sjá hvað hægt að gera betur og vinna að umbótum. Ekki bara út af einhverjum kröfum sem við verðum að bregðast við, heldur bara líka almennt, grípa tækifærin, við getum breytt einhverju. Og síðan, eins og Jón Gnarr myndi segja, bara brosa. Það var gaman að þessu. Þetta þarf ekki að vera nein áþjá. Þannig að ég ætla að enda þetta á fleygum orðum. Ekki úr Grikklandi að þessu sinni, sem bara áminning það, að til þess að ná umbótum þá þarf maður að vera að vinna breytingum, að til þess að verða framúrskarandi, þá þarf maður alltaf að vera því. Og hver skyldi þetta vera? Ég enda þetta líka á spurningu. Engin verðlaun í boði, bara heiðurinn. Framkvæmdastjóri Granda. Nei, þetta útlendingur. Þetta á frummálinu. Nei, en þú ert ekkert sérstaklega kaldur, sko. Þetta Winston Churchill, sem að rataði nú oft á alls konar spakmæli innan allar vínflaskurnar. Já, akkurat. Aristóteles og Churchill. Já, ég þarna. Nei, nákvæmlega. Þetta að vera að hugsa morgundaginn. Daglega, já. Jú, það svo á næstu glæru, sko, en það í framhaldinu. Já, it ain't broken, don't fix it, það alveg rétt. En þetta var það sem ég ætlaði bara svona rétt að segja ykkur frá þessum stöðlum, sem blasir við, leitt af allt einhverjum vonbrigðum að vera ekki skemmtikraftur og gera eitthvað skemmtilegt, en svona þetta. Ef við höfum tíma fyrir spurningar ef eitthvað Jú, takk fyrir. Spurningar? Ég meina bara pæla einu banarspurning. Þarna á einhver ISO, er einhver rík meðaldra kona sem á ISO 9001 og það klikkir peningur henni hver skipti sem að einhver fer eftir, hver á kerfum? Borgum við, ef ég með fyrirtæki ætla að taka upp ISO, þá ætla að borga ég ráðgjöfum sem kom að kenna mér það, en borga ég eitthvað höfðugjald til eigenda ISO? Nei, ég held þetta sé ekki svona ítölsk fjölskylda, sko. Nei, En þetta eitthvað alþjóðlegt stofnun við aðild allra landa og eitthvað slíkt. Og eina sem þeir gera, þeir gefa bara út staðil og svo kaupir maður bara svona bók, bara hefti, og þá ert þú bara laus allra mála gagnvart ISO. Þú mátt gera það sem þú vilt það.
En hins vegar fyrir aðilega sem að kemur þessu norski Veritas, þá semur við þann aðilum að koma á votta. Það er náttúrulega miklu dýrara. En bókin sjálf er Þeir sem sagt koma og vottaða hvort þú uppfyllir Já, staðalinn. og það er óháður aðili, ótengt ISO. Það er ótengt ISO. ISO gefur bara út staðalinn og svo er einhverjir aðrir aðilar. Það er fyrirtæki í Íslandi sem heitir Vottun, sem er í þessu og búin að votta hérna Norðurorku og Raftákn og Blóðbankun og fleiri. Nei, BSI var með það, já. Þannig að, já, þetta er ótengt í raun og veru businessnum, þannig séð. Ég hef aldrei fengið þessa spurningu, þetta er gaman að fá. Alltaf þetta. Allt klárt, engin efi. Verður þetta ekki bara gaman? Jú, þetta er nú, þetta sem ég þessi, svo er maður söndum eins og til klófin hög á til þetta söndum, sem aðtalpaðan, en þetta er það. Ég held að það sé, sem jákvæmt í hendina sér. Við erum alltaf laun sem eru menn að sagða þetta. Það hefur ekki tekið á okkur. Jú, ef við stöndum okkur. Ef við stöndum okkur. Já, sem verður eitthvað stróka ártalið út af. Maður er áfram með sig búritaspyrjan í glugganum þá sem þetta er á borð. Nákvæmlega. Mjög skemmtilegt. Takk fyrir. Takk.